Þið fengu það sem þið vildu út úr þessu, þið fengu 8 leik hérna heima, troðfullt hús og þið eru komnir í úrslit. Hann sagði þetta með Doddi Gjálger eftir 4. leikinn í Keflavík, hann sagði mér líður svolítið undarlega, mér líður eins og ég hafi verið að kissa kallmann og mér þótti það gott. Þannig að hann fékk það sem hann vildi. Það er svo gaman að spila líka svona leiki. Ég var að tala við strákarna fyrir leikin að þetta eru leikir sem maður man eftir. Maður man ekki eftir að vinna seríu 3-0 eða 3-1. Það eru 8 leikirnir í stútfullu húsi, sérstaklega heimavelli, sem maður man eftir og þetta eru minningarna sem maður vill hafa. Þú tókst þín fyrstu skref í Úrvalsdeild með Keflavík akkurát og nú ert það sláð út. Er þetta eitthvað ekstra gott fyrir þig? Það er ekki sérstaklega út af því. Minn tími í Keflavík, mér leiður óbóðslega velar. Frábær tími, þykir óbóðslega vænt Keflavík og alla þær í krík og það er ljúfsátt skulum við segja. En ég meina þessi leikur ekki gerður fyrir einhverja stelpur sko, sem í ykkur firmamótur sko, þetta er ekki bumbubolti sko, við erum í þessu til að vinna og þess vegna er ég í þessu. Talandi það, þið voru að hnoðast og hamast þarna undir körfunni og hérna var þetta auðveldar og nú lenti hann í ykkur millivandrar Siggi og fór út af með 3 ár. Var það auðvelda ykkar starf þarna undir körfunni? Við breyttum bara aðeins í hverju við vorum að gera sko, þú veist, við fórum að skrína hann meira og posta hann upp í svæðisvörðinni og það dregur úr honum orku, Sigga. Við í sjálfu sér okkar alveg sama þó hann hefði myndið skora 20 stig. Við vorum nokkurn veginn vissir það að Keflavík var ekki að fara að vinna okkur í innsætleik. Þess vegna settum við mest áherslu á það að stoppa skytturnar. Svæðisvörðin var nokkuð sterk hjá þeim í byrjun. Höfðu þið áhyggjur hvernig ætti að leysa hana eða bara? Við vorum búin að fara yfir það. Við settum Pavel á hægpóstinn og ég postaði upp miðjumanninn og það þýddi það að Skarpi hann var að fá layup eftir layup og opið skot á hinum kantinum. Hrafn kom inn og það bara 2 frábær kerfi hérna inn sem að gaf okkur stóra körfur og auðvelda körfur og þannig að þeir eru að fara úr svæðisvörðinni. Við leiðum að þeir fóru í það var ekkert á Íslandi sem getur spilað okkur maður mann sko. Tómas Sanders misti sig þarna í lokin, hvað var það sem gerðist? Brynjar ætlaði náttúrulega bara ekki að gefa tróðslu á lokasekundum á heimavelli. Fór í boltan og aðeins í hann og maðurinn bara hélt ekki haus. Loka úrslitin þið mæti Stjörnunni, þeir eru vel hvíldir, það þið áttur ekki? Ég held að þið miklu betra að koma inn í úrslitakeppni eftir svona rimmu, búin að spila mjög háu tempó í okkar leikur, þetta er bara mjög erfiði leikir, frábæri leikir og það er miklu betra að koma og vera að spila háu level heldur að vera búin að æfa móti setni 5 í liðinu sínu í 11 daga sko. Við fundum fyrir því í áttalega að við vorum svolítið reykaðir í fyrsta leik sko. Þannig að við komum á fullu gas inn í þetta sko. Ég ætla að vona að þeir getur mætt okkur á sama hraða sko. Stjarnan með flotta leikmenn í mörgum stöðum, hvar myndirðu segja að vera crucial matchup? Þeir eru með rosalega gott lið sko. Þeir var ekki úrslitum annars og þeir tóku Snæfell ríkjandi meistara 3-0. Við berum mikla virðingu fyrir þeim. Teitur er náttúrulega mikill vinnir og okkar en við sjálfsög höfum ekki mikla áhyggjur af því hvað önnur lið gera. Ef við erum að gera okkar hluti að þá er mjög erfitt að stoppa okkur sko. Við viljum frekar horfa í það hvað önnur lið ætla að gera til þess að stoppa okkur heldur en öfugt sko. Eru þið betur undir körfunni? Ég meina matchupin eru góð sko. Fannar er hörkuleikmaður og ég man ekki hvað hann heitir þessi nýju gaur þeirra. Þeir eru með 2, við erum með 4 sem að geta spila sko. Þannig að við heldur höfum bara 20 villar á móti 10 sko. Takk fyrir þetta Fannar.